Jónuleg 2 tapamöndi Þórkáa, svona, hvað vantaði upp á? Það var svona klókindi. Við vorum orðnar bara of þreyttar til að taka réttar ákvarðanir. Vorum að hlaupa alltaf í burtu frá boltamanni og vonast til að fá boltan einhvern veginn aftur fyrir. Þrátt fyrir að trekk í trekk sáu við það þegar varnarlínan stóð bara djúpt og varðist þessum löngu boltum mjög vel. Í þessi skipti sem við náðum að fara út í vítina og koma boltanum fyrir markið þá skapaðist hætta en það náttúrulega gerðist bara allt of sjaldan því miður. Talarðu þreytu, hafði vindurinn sitt að segja af hverju, þú veist, að leikmenn eru þreyttir út af því? Nei, það náttúrulega stutt síðan við spilum mjög erfiðan leik á móti Val og svo þetta náttúrulega bara, veist, það tekur bara vissan toll að ferðast þó maður megi aldrei væli við því en svona ef þú ert þreyttur fyrir og ferð svo í svona erfiðan leika sem að andstæðingun mjög vel gíraður með frábært hugafar þá bara verður maður oft undir því miður. Bara aðeins út í andstæðinginn, þið auðvitað mættuðum fyrr á tímabilinu út í EM, finnst þið verið mikil breyting á liði Þórskáa? Já sko, þegar við mættuðum þá var það minnum í 4. leik mótsins sem að var 4. leikur á 16 dögum. Þórkáa búið að missa annan hafsendinn sinn og ég svo sem vissi að Arna Sif myndi eiga mjög erfitt uppdráttar þá í þeim leik og við kannski gerðum saman og þær gerðu hér í dag. Við keyrðum bara á þær og náðum í góðan sigur þar og þær gerðu slíkt sama hér í dag og bara mjög vel gert hjá þeim og eins og ég segi, ef þú ert þreyttur þá mjög erfitt að spila á móti liði sem með svona gott hugafar en hvað vindinn varðar, það nú eitthvað sem að við þurfum ekki að kvarta yfir við Vestmannaeyingar. Talaðu aðeins ferðalagi, svona þegar ég horfa á hópinn, hann náttúrulega ekki full mannaður í dag, er það bara þunnur hópur, er það að spara í ferðakostnaði, hvernig sér þetta? Ég hef í raun aldrei, þegar ég hef verið að fara kannski þurft að fara austur á land eða norður á land, það kostar náttúrulega mjög mikla peninga og kannski maður þarf að horfa í aurinn, maður þarf, það er kannski ekki fyrst og fremst heldur að þú ert með unga leikmenn sem að geta náð sér í helgavinnu sem að kannski ekki alveg tilbúnar ok að vera í hópnum á heimavelli og það er kannski alltaf möguleiki að þú fái mínútur að ungi leikmenn sem eru nemendur á veturnar og eru með sumarvinnu, helgavinnu að vera að fórna kannski töluverðum peningum fyrir það að kannski fá ekki mínútur. Að mér finnst svona rétt að bæði það að þær svona tapi ekki peningunum og sama með félagið að horfa aðeins í aurinn að þetta er kannski eitthvað samspil svona á milli þess sem að maður tekur svona ákvörðun. Aðeins að velja og hafna? Já, þetta er svolítið þannig. Ég hef farið þessa leið. Er hún rétt, er hún röng? Það eru örugglega skiptar skoðanir á því en þetta er svo leið sem ég hef farið. Alison Lári fer út af í fyrri hálfleik, hvernig er bara staðan á henni? Ég svona staðan er alveg ágætt á henni, sko. Ég hafði hugsað mér að láta hann spila í 45 mínútur í dag til að svona hún gæti verið fersk á föstudaginn. Hún var orðin aðeins æst og ég var nú bara farin að óttast hún fengi rautt spjald, þannig að ég hugsaði með mér það er nú alveg gott að taka hana þá bara núna út af. En hún var eitthvað aðeins æst í dag, var tekið hressilega á henni og þannig að já, hvað hvílan hafði þetta nokkrum mínútum fyrir en áætlað var. Þú minnist hann að leika á föstudaginn, þú ert með augu á þeim leik þegar þú ert að hugsa út í þennan leik aðeins. Já, ég tek náttúrulega bara einn leik fyrir einu en svo bara reynir maður að lesa hans í aðstæður hverju sinni og svona
bara akkurat í þessu tilviki þá mat ég það bara réttast að taka hana þarna út á nokkrum mínútum áður. Þannig að já, þetta var svona ákvörðun sem þurfti að taka. Hvernig metur þú bara stöðuna á IBF og komandi inn í leikinu á föstudag? Bara góða. Bara, þú veist, það eru allir leikir hörkuleikir og þetta verður bara enn einn hörkuleikurinn. Vonandi bara getum við boðið upp á skemmtilegan fótbolta og vonandi komum við bara vel gíraðar til leiks. Er það að skoða eitthvað meira í glugganum? Ágústa þetta komið frá Val? Já, Ágústa komin að láni frá Val og svo Jessica Hinton, erlendur leikmaður sem komin til okkar og fær atvinnuleyfi á morgun. Og eftir það þá ertu bara sáttur með hópinn? Já, nú eru þriðjaflokkstelpunir á leiðinni heima á Gothia að kaupa, en þetta fer allt að koma. Takk fyrir þetta Jón Óli og gangið vel á föstudaginn. Takk.